rúlla og klapp. Það byrju. Ég ennþá að venja að ég sé að gera þetta aftur, ok, byrju. Ég fór og gerði lag í síðustu seríu og gaf út lagið og það fór bara It Blew Up og ég átti ekki von á því og ég hélt líka fyrst að það væri svona að fara að vera svona mótlæti einhvern veginn in the rap community og það var alltaf bara hvað er einhver hamma að koma hér en svo var allir bara eitthvað mjög næs. Frá því að við klárum að taka upp seríu 2 hefur svo mikið gerst. Joakim fluttir í stærri íbúð og svo fæddist baby og það er strákur og hann er líka bara living, bara healthy og thriving. Og já, svo er ég bara búinn að vera í fullt af verkefnum og bara myndatökum og bara gera fullt af dóti. Reykjavík City, here I am, part 2. Ég flutti til Reykjavíkur aftur og ég er living. Í fyrra þá náttúrulega flutti ég suður en ég var ekki ennþá ready en mér finnst ég alveg ready núna og líka bara hafa mitt eigið space og búa einn, það er miklu betra. Eiga mitt eigið baðherbyggi og stöff og get bara verið nakin en ég get samt ekki verið nakin strax af því ég er ekki með gardínur en bráðum. Ástæðan fyrir því að ég fæ gett mikið kvíða þegar við byrjum í tökum er út af því að mér finnst gett skrítið eftir sérstaklega í seríu 2, hún fekk svo ógeðslega mikla athygli, að ég sé að hleypa fólki gett mikið inn í líf mitt og leyfa öllum að dæma bara allt eiginlega sem ég geri og gett mikið hvernig persóna ég er. Ég er ekki ánægð með útlitið mitt í dag eins og ég var í fyrra af því ég er alveg búin að fitna og það er alveg búið að hafa slæm áhrif á hvernig mér líður og sérstaklega því ég heyri fólk segja að ég sé búin að fitna og það er ógeðslega leiðilegt af því að ég var svo duglegri í fyrra og mér finnst ég bara ógeðslega latur núna og bara, ég veit það ekki. Og ég ætla ekki að gráta. Mér langar það ekki, ég ætla ekki að skemma make-upið mitt, sko. Það kom svona tímabil frá 2017 yfir í 2019 sem ég var flókið að missa mig og svo er ég núna bara gett rólegur og svona miklu meira down to earth en ég var. Og ég veit ekki af hverju ég er emotional en ég er bara gett stoltur af manneskjunni sín orðin miðað við hvernig ég var þegar ég byrjaði og hlutir sem ég er búinn að gera í kringum þetta allt. Og já. Eftir Ísland í dag viðtalið þá leið mér bæði ótrúlega vulnerable og svona pínu létt af mér. En samt á það sama tíma var þetta ógeðslega óþægilegt. Ég var ótrúlega stressaður að þetta kæmi út af þá myndi ég vera svo berskjálta einhvern veginn. Út af þetta er eitthvað sem ég tala ekki eiginlega við neitt. Og svo var alveg fólk að hafa samband við mig og eitthvað sem ég var ekki búin að heyra í langtíma. Að senda á mig bara alls konar sögur og eitthvað. Og það var alveg ógeðslega næs. Við áttum alveg svona rocky relationship en vorum samt alltaf bestu vinir, skilur. En það er alveg, ég hætti alveg að tala við hann í 1 ár einu sinni. Út af ég er bara dramatic. Og ég sé alveg eftir því og byrja að horfa á hann. Frá ég missti pabba minn, þá hef ég ekkert verið eitthvað að pæla mikið í því. Og ég pínu þarf að fara aðeins að anda. Þú þarft ekki að gera þetta, Bási.
Ok, nú er ég semast að halda áfram með stúdentinn og langaði ekki mikið að fara að læra fasteignasalan og ég er alveg búinn að hugsa það í smá tíma og mér finnst bara eitthvað low-key sexy við að vera fasteignasali. Þannig að ég fór að hitta gæja sem heitir Baldur og er alveg svona low-key TikTok star. 40% hækkun á fasteignaverði á 5 árum á Íslandi. Af hverju langaði í fasteignasölu? Mér langar bara að vera að selja gett dýrar fasteignir til gett rich fólk, skilurðu. Já. Og ekki á Íslandi, sko. Mér langar að vera í Bandaríkjunum eða í Afríku, það er eitthvað sem kveikir í mér við Afríku. Að selja fasteignar þar? Já. Ég veit ekki hvort það sé út í að maðurinn minn er African, en það er bara eitthvað við Afríku sem er sexy. Ok. Og það er ekki það mikið af svona luxus fasteignum hérna, eða hvað? Þú veist, jú, það leynist alveg, það er lúmst mikið af þeim, sko. Ok. Þú veist, ekki kannski svona eitthvað 500 fermetrar höllum, kannski eins og þú ert að spá í, sko. Nei, ég er að hugsa það. Já. En svona kannski svona 100 milljón króna, þú veist, íbúðir sem er með, þú veist, útsýni og svona. Það er svona mikið af svona flottum íbúðum þannig séð, sko. Að selja bara stóra flottar eignir, þú veist, það er alltaf draumurinn, sko. Það er það. En ég veit ekki hvort það sé, eða allavega, það er kannski erfitt á Íslandi allavega, sko. Marteinn, við erum búin að gera svo mikið að klikkuðu shiti. En ég þarf bara, mér langar að vinna með ykkur. Það er ekki Birnir. Þú getur hringt Birnir. Já, ég sendi henni message. Ég og Marteinn kynntumst fyrir ekki svo löngu og við erum að leiða mikið saman in the studio og off the studio. Og hann er svona pínu klikk og ég er pínu klikk, þannig að við klikkum alveg. Hvað heldur þú sem búin að gera mörg lög? Örugglega svona 100. Eða kannski 10, kannski 10. 10 frekar. 10 anthems. 10 legendary tracks. Og síðan ég gerði Best of Ratchet-lagið er ég búinn að gera örugglega núna svona 20 lög og þau eru ángríns allt og alls konar bara frá himinn til jarðar. Ég hef gert lag samloku og ég hef gert lag næturnar mínar en ég hef líka gert ástarlag til mín sjálfs út af ég hef aldrei verið ástfangin. Hann er til, já. Hann ætlar að koma. Ok, ég er alveg sjúk. Reykjavík City, here I am, part 2. Ég flutti til Reykjavíkur aftur og ég er living. Ég bý einn í stúdíóíbúð og hún er svo flott og bara svo björt og hún er æði. Downtown Reykjavík 101. Þú veist, þú með passjónið og svona, þú veist, hvað kosti heldur þú hafi svona fyrir starfið? Ég er góður að markaðsetja. Já, þú veist, það er kostur. Ég held bara að, ég veit það ekki, ég held bara að ég sé ógeðslega góður að ná að plata fólki að henda nokkrum milljónum í einhverja fasteignir. Já, það er ekki beint starfið samt, sko, að plata fólk. Þú veist, fólk er alveg sama fasteignina, þú veist, ef það er að kaupa frá mér út af þau eru bara að borga fyrir upplifuna að hafa keypt fasteign á Patrekhæmi. Já, reyndar. Já, það getur verið svolítið punktur, sko. Þú veist, eins og ég gæti alveg selt einhverja bara crusty ass, svona kjallaraholu í Breiðholtinu, alveg easily á held í svona 80 til 100 milljónir, bara út af því ég er að selja hana. En þú geti kannski selt hana á 30. Já. Ég held það, sko. Ok. Þannig að þegar ég er komin in the business, þá ert þú alveg going broke. Og því ég er bara taking all your customers. Já. Birnir, Bassi. Hæ. Sælir. Ég myndi taka í hendina þarna, það er náttúrulega COVID. Já, true. Og við fórum svo í stúdíó og ég hitti Birnir og ég er alveg búinn að vera long time fan af Birnir en þetta var alveg pínu hérna surreal eða svona óraunverulegt. Já, hvernig er að vera raunveruleika stjarna? It's tough at times. Já. Nei, það er alveg nice en það er bara krefjandi. Stundum erfitt, kannski smá. Já. Það er trúið alveg, sko. Óþægilegt fyrir búðir. Já. En það er samt, þú veist, pældi ég samt líka í því, það, þú veist, svona þessi kvíði stafar af mjög góðan hlut, skilur. Af því þú ert bara að gera það sem þú vilt gera, skilur. Það er bara svona, þú veist, a price, sko. En það er samt ekki oft það sem maður vill gera. Og svo dettur maður út í bara Já. Hvað er fólk að biðja um? Hvað er það? En maður þarf að vera bara, kannski bara mánuð eða eitthvað, hugsa bara eitthvað. Og svo ertu bara, heyrðu, fuck that shit. Já, Bassi. Bara smá real talk. Þegar fólk veit hvað það vill
en það veit ekki hvað það þarf, sko. Fólk þarf Bassa Mirage. Það er rétt. Ef ekki bara gera þetta sér. Gerum þetta shit. Þú ert með vandamálin, við gerum bara grín á því. Ég er Toxic King, púla upp með Bassa, Toxic Queen. Breytist inn í karphús. Rétti með bolta, ég með ticketið tristir. Brinnar hann skinny, ég drýjum með goons. Hann dissin fyrir fæð, það stærna boost. Það gefa finna til, hann distur í nudes. Ef þú ert á með binna, þarftu bara að hafa rúm. Sjá hann að dansa. Oj! Oj! Yeah, yeah. Vroom. Hú, hú. Nice. Ok, ég var að hlusta á það. Sko, eins og mér langar ekki mikið að prófa að vera með opið hús. Og því að ég veit alveg að ég get selt íbúð á fyrsta opna húsinu mínu, easily. Þannig ég held að það er eitthvað sem við ættum að gera. Ég ætti að koma með þér í opið hús og fara að prove my point. Já, ef ekki bara láta það reyna það. Sjá, jú, mér líst til það. Er það ekki? Já. Prófum við það. Ég til í það. En já, takk fyrir fundinn. Takk. Ég elska íbúðina. Takk. Viltu ástór? Já, hún er gett björt. Ég veit, hún er svo björt. Ég get alltaf verið bara í selfie og... Það er svo gott að vera fluttur í bæinn því þá geta vinir mínum bara komið yfir í heimsókn og það er svo cozy að chilla bara og vera með þeim heima. Ég er svo glaður að Binni sé loksins fluttur í bæinn almennilega og því að ég er búinn að sakna að hafa Binna, one of my oldest best friends, þannig að hann gefur mér ógeðslega góða orku. Hér Bryggli. Ok, ég fíla það. Ég elska þetta hér. Að fylgjast eins og í hérna seinustu íbúð. Ég er alveg lóki alltaf að fylgjast með og ég setti á þannig að tek ég mynd af hverjum sem dinglar. Skilurðu? Þannig að ef einhver er að koma að ræna mig, þá er ég með mynd á honum. Ok, en myndi hann dingla ef hann er að koma að ræna þig? Nei, örugglega ekki. En ok, hér er klósettið. Ok. Það er alveg æði. Svo er þetta eldhúsið. Og hér er nýja sjónvarp mitt sem ég er nýbúin að kaupa. Það er æði. Victamín, keto. Keto? Já, ég þarf að sjá hvað ég er að missa mikið af keto. Er þetta keto veikt? Nei, skilur, ég notar það fyrir já. keto. Oh my god, það fluga. Fluga? Já. Æ, susmari sipkin hókói. Susmari sipkin hókói. Og það þýr oh my god á filipesku. Ok, dýra vinir. Veitu, gardinar er ekki að gefa. Þetta er Loki Mosquito net, sko. Þú vant ekki á moskítóbit. Það gleymst alveg að þú ert með bráðofnami fyrir moskító. Já, og ég hef lent að sökra á svo dagi. Ok, það fara svalirnar. Já. Ég er alltaf bara hér, sitjandi, að drekka kaffi. Kaffi? Þú drekkur ekki kaffi? Ég veit! Svo er alltaf köttur sem kemur þarna upp og ég sé alltaf hæfa hann á hverjum degi. Ok, er hann æði? Já, og alltaf svona, hæ! Eini neighborinn sem ég þekki at the moment. Skál fyrir Reykjavík. Ok, skál. Við fengum okkur 1 tequila-skot og það er no shame in my game, sko. Ég elska tequila, það er my life. It's not a problem, it's a lifestyle. Hvernig finnst þér að vera fluttur aftur í bæinn? Ó, það er æði. Líka bara ég fíla að vera einn. Já, það ekki? Jú. Ertu búin að vera lonely? Smá stundum, en það er alltaf einhverjir hann, sko. Einhver hver? Bara einhverjir vinir og svona. Ok. Þú ert alveg komin til að vera? Já, ég vona það. Ef hann hækkar leigu mína, þá er ég farin, sko. Já. Ertu ennþá keto, vinkona mín? Og langar ekkert að hætta? Nei. Ertu að ljúga stundum að þú sért á keto þegar þú ert ekki á keto? Ok, þegar ég teki kannski 1 dag í pásu, þar ég að vera bara, ég er í pásu. Nei, ég veit skilurðu? þú segir svo oft um mig að þú sért ennþá á keto og svo eins og ég kom hérna á hann og ég sá Dominus pizza svo ég veit að Dominus er ekki. Og ég myndi aldrei frá Og mig. þú varst að borða Filipino food í gær, það voru rísgrjón Já, og... ok, ég var ekki keto í gær. Ok, ég er samt fíla En ég það, sko, keto í ég dag. er anti-keto. Eða þú veist, ég skil keto í smá, en þú ert búin að vera keto í hvað 2 ár. Næsti. Það er ekki Ég slæmt bara, fyrir ég heilann. fíla keto að því mér er aldrei illt í maðurinn, mér er aldrei kúkandi og bara ef ég er ekki að keto þá er ég með nillera.
og það ekki í lagi. Og það ógeðslega vont. Nei, sko, ég alltaf með neilara þegar ég ekki á keto. Bara, ég bý á klósettinu þegar ég ekki á keto. Ég alltaf kúkandi og ekkert bara einu sinni, alveg 5 sinnum á dag eða eitthvað, sko. Ég öskraði þegar Binni var að tala niðurgang. Það var alveg top of my day. En það samt ekki bara fyrst þegar þú ert í pásum og þá líkaminn skilur að venjast því? Jú, en samt alltaf, ég hef alveg tekið langa pásur og það alltaf, skilur, mér alltaf bara illt í maganum þótt ég reyni kannski bara að halda keto, þá ég bara að deyja í maganum. Eins og ég var ekki keto í gær og ég búinn að vera með nillara í dag. Mikið? Já, mjög mikið. Það alltaf í lagi að tala kúk, við kúkum öll, þannig að mér alltaf í lagi að tala það. Sunneva Einars kúkar, Birgit Elvi kúkar, Patrekur Hæmi kúkar, Bassi kúkar, Lil Curly kúkar, við kúkum öll og það alltaf í lagi. Ég alveg búinn að kúka svona 5 sinnum. Kúka það mikið að það kemur bara vatn. Binni Glý, áhrifavaldur sem kúkar og stoltur af því. Ekki Ramadan búið? Jú. Og hvernig líður þér? Bara ógeðslega vel. Mér fannst það gett svona cleaning. Og bara svona cleansing og var að biðja og var bara svona... Ok, biðja? Working on myself. En skilurðu hvernig varst að biðja? Varst það bara hér bara? Ég var svona niður á svona dýnu, Svona. Ég var svona alltaf að biðja. Já, þú varst ekki kaþólik á tímabili. En skilur, ég var kaþólskur en daginn þá skráði ég mér úr kaþólsku kirkjunni. At the moment trúi ég ekki á neitt, nema sjálfa mig. Af hverju skráður þig úr kaþólsku kirkjunni? Ég man ekki, ég sá bara eitthvað frétt að páfinn væri eitthvað að tala eitthvað hommar væri, eitthvað disgrace eða eitthvað þannig. Þannig ég bara bless, sama kvöld og skráði mér úr kaþólsku kirkjunni. Býtu, páfinn í kaþólsku? Já, ég held það, já. Páfinn hvað hann? Ég veit ekki hvað páfinn sko. Páfinn svona the god of kaþólsku kirkjana eða eitthvað svona. Ó, ég held að það væri María May. Já, en skilurðu, hann ennþá á lífi. María May dead. Ég á afmæli sama dag María May. Ok. En veitu, ef páfinn deyr, kemur það eitthvað nýtt? Það kemur bara nýr páfi, held ég. Ef hann deyr, það kemur annar páfi. Kannski var eitthvað páfi undan páfanum. Gat ekki páfana, ef að páfinn deyr, þá það páfinn páfana. Og ég var alveg að detta í geðrof út í að bara heyra páfinn, páfinn. Og ég veit ekki eins og ennþá hver páfinn er. Ég held bara að það sé einhver hvítur kall í Frakklandi. Með hatt. Og það bara einn páfi í heiminum, það ekki? Nei, ég held að þessi páfi sé bara fyrir kaþólsku kirkjuna. En kannski aðrir páfar hjá öðrum, trúfélögum. Kaþólska kirkjan alveg high-key crusty. Og ég alveg full muslim núna. Ég var að klára Ramadan og ég alveg living. Alhamdulillah. Inshallah. Vinkona mín. Ég man eftir því þegar við vorum yngri og við gátum aldrei gist á laugardögum út af að þú fórst alltaf í sunnudagsskólann eða eitthvað. Í kirkju á sunnudegi? Bara í kirkju á sunnudegi, já. Og ég ætla bara að ég játa af almáttum Guði, eitthvað bla bla systur. Alltaf líka faðir vor á kvöldin, já bara tjá. Og heyrðu, einsaga. Ég fór í sinni kirkju, klesti hausinn í bekkinn og það blæddi og sjúkrabíll kom og ég var bara þetta Guð að pönnusa mig að því ég hommi. Og ég alveg, ég man alltaf eftir þessu, mér finnst bara eins og það var svona sæn að Guð svona, þú ert hommi. Binni Glý að dissa kaþólsku kirkjuna og minnast ekki á barnaníðingana sem eru þar var lókið sjokkirandi og því ég held hann veit ekki af því. Og ég bara bíða eftir að einhver segja honum það og því ég ætla ekki að gera það. Oh my god, ég er í sjokki. Ég er alveg í sjokki. Er þetta alvöru? Já. Tja. Við erum aðeins að fara yfir allar upplýsingar eignina því að aðalatriðið þegar við erum að sýna bara að vita eins mikið og hægt eignina. Patrekur. Hæ. Velkomin í Bústaðaveg 108 Reykjavík. En má ekki ljúga, skilur það veit ekki. Nei. Oh my god. Þetta hérna eldhúsið og það bara glænýjar innréttingar. Svolítið gamlar en líta ágætlega út samt. Takk, vinir mínir, fyrir að koma. Skál í kvöld. Ætti þú ekki bara aðeins að setjast niður og fá þér eitt Pinot Gris opnins?